Hér á eftir fylgir kennslumyndband frá 2017 fyrir umsóknareyðublað í flokknum samstarfsverkefni. Oftast verða smávægilegar breytingar á umsóknareyðublaðinu milli ára, en í meginatriðum gilda þessar leiðbeiningar líka árið 2018. Athugið að umsóknarform fyrir skólaverkefni er rafrænt 2018 og nokkuð frábrugðið. Ef spurningar vakna, hvetjum við ykkur til að hafa samband við verkefnisstjóra ykkar skólastigs. Umsóknarfrestur samstarfsverkefna árið 2018 rennur út 21. mars klukkan 10 að morgni að íslenskum tíma. Landsskrifstofa hvetur umsækjendur til að skila umsóknum tímanlega til að komast hjá óþægindum. Komið sæl. Ég heiti Margrét Jóhannsdóttir og er verkefnisstjóri hjá Rannís og verið velkomin á þetta vefnámskeið í gerð umsókna Erasmus+ samstarfsverkefni, en ég mun hér fara yfir umsóknar eyðublað verkefnaflokksins lið fyrir lið. Erasmus+ áætlunin skiptist upp eftir skólastigum og það eru mismunandi umsóknar eyðublöð fyrir hvers skólastig. Athugið að þetta vefnámskeið er ætlað fólki sem er að vinna umsóknum hefðbundin samstarfsverkefni, það er Strategic Partnership, verkefni á öllum skólastigum. Annars konar eyðublað er fyrir svokölluð skólaverkefni, það eru school-to-school verkefni og þið finnið annað vefnámskeið sem snýr að þeim verkefnaflokki á Erasmus+ heimasíðunni. Umsóknareyðublaðið sækið þið á heimasíðu Erasmus+ undir þeim skólastigum sem þið eru að vinna með. Þið smellið á linkinn fyrir eyðublaðið og þurfið þá að velja að vista það. Við mælum með því að þið vistið eyðublaðið undir nýju nafni og geymið það á aðgengilegum stað á tölvunni ykkar. Þið getið alltaf séð og til að athuga það að þið séð með rétt umsóknareyðublað. Upplýsingar eyðublaðið eru hérna efst í horninu á blaðinu, á fyrstu síðunni á eyðublaðinu. Við sjáum að þetta er umsóknarform fyrir árið 2017 og þetta er Strategic Partnership for Vocational Education and Training sem segir okkur að við erum hér að nota eyðublað fyrir starfsmenntun, eyðublað umsóknarfrests ársins 2017. Hér í upphafi umsóknareyðublaðsins undir General Information er hans lýsing á því hvernig umsóknareyðublaðið er byggt upp. Við sjáum kaflaskiptun, það er Context, Description of the Project, það er Budget-kafli og síðan Project Summary og síðan svona það sem þið kallaði checklist eða þar sem þið athugið að allt sem á að vera í umsókninni sé örugglega til staðar og síðan eru ákveðin fylgigögn sem þurfa að fylgja umsóknunum og síðan sendið þið umsóknina hér þegar hún er tilbúin þá er hún send rafrænt. Áður en við höldum áfram að skoða efni umsóknareyðublaðsins skulum við aðeins sjá hvernig það er byggt upp. Við sjáum hér að það er mismunandi litur í þessum kössum sem eru hérna á blaðinu. Takið eftir að í gráu kössunum eru upplýsingar sem þið getið ekki neitt breytt. Þær færast sjálfkrafa inn. En síðan þeir kassar sem hafa rauðan ramma, það er ýmist að ræða að velja eitthvað af fellilista eða það þarf að skrifa inn í þessa ramma. Takið eftir hérna á hverju blaðsíðu takka sem heitir Validate. En með því að smella á þennan takka, þá segir formið ykkur hvort það sé búið sé að fylla inn einhverjar upplýsingar í alla þá kassa sem nauðsynlegt er að fylla inn í. Það er ágætt að smella á Validate takkan bara jafnóðum og þið vinnið ykkur í gegnum umsóknareyðublaðið. En snúum okkur þá að forminu sjálfu og innihaldi þess. Við sjáum hér að búið er að það kemur inn að þetta er Erasmus+ umsókn og hún er Strategic Partnership. Við stoppum hérna fyrst í þessa spurningu sem er Main Objective of the Project. Þá ef við smellum hér á örina þá sjáum við að það er hægt að velja tvær tegundir af verkefnum. Það er annars vegar Development of Innovation eða hins vegar Exchange of Practice. Ég er þess fullviss að þegar þið eru komið það langt með þessa undirbúningsvinnu að þið eru að fara að skrifa umsóknina þá eru þið búin að kynna ykkur það mun sem er á þessum tveimur verkefnaflokkum. En meginmunurinn felst í því að fyrir Development of Innovation þá er möguleiki að sækja fjármagn til þess að útbúa afurð en svo er ekki í verkefnaflokknum sem er Exchange of Practice. Hérna ætlum við að velja Development of Innovation í þessu dæmi sem við notum núna. Hér í umsóknareyðublaðinu kemur fram umsóknarfrestur þessa verkefnaflokks.
Við sjáum að fyrir árið 2017 þá hann 29. mars 2017 og hér stendur að það sé klukkan 12 en sú tímasetning hún miðar við tíman við klukkuna í Brussel. Fyrir okkur Íslendinga þá þetta fyrir morguninn eða klukkan 10 og passið þess vegna muna það að þið þurfið að vera búin að skila umsóknunum fyrir klukkan 10 þann 29. mars. Við viljum því endilega hvetja ykkur til þess að vera búin að skila umsókninni deginu fyrir svo þið lendi ekki í tímahræki snemma að morgni þessa dags. Og hér síðan spurt það tungumál sem umsóknin skrifið á og í langflestum tilfellum erum við að skrifa umsókn á ensku og við getum ekki skrifað umsóknir samstarfsverkefni á íslensku. Og þá komið að því að gefa verkefninu titil, skrifa heiti þess og oft eru menn með skammstöfun á heitinu og hér kemur síðan í raun og veru tímalengd verkefnisins en verkefnin geta hafist 1. september 2017. Þau geta varað allt frá 12 mánuðum upp í 36 mánuði en í reyndar má segja sem svo að hefðbundin samstarfsverkefni eru 24 til 36 mánuða en hér getið valið þann mánaða fjölda sem að þið reiknið með að þurfi fyrir ykkar verkefni. En þegar þið eruð að vinna í umsókninni þá munið þið sjá að þið getið ekki fyllt neitt inn hérna í gráa reitin, hér sem stendur skopparbolti, en hér færast inn þær upplýsingar þann sem að sækja þegar þið eru búin að færa þær inn hér aðeins seinna. Og næsta sem þið gerið að velja íslensku landskrifstofuna hér að fellilista yfir alla landskrifstofur. Það afar mikilvægt að þið setið inn rétta landskrifstofu hér og þetta snýst það hvaða landskrifstofa fær umsóknina. Þið veljið sem sagt IS-leið Ísland og þá kemst hún á réttan stað. Þá eru komin að kaflan sem snýr að priorities eða forgangsatriðum. En það skylda að velja lágmarki 1 forgangsatriði. Það þarf að velja 1 sértækt eða field specific forgangsatriði sem snýr beint að því skólastigi sem umsóknin fjallar og eða 1 forgangsatriði sem gengur þvert á skólastig kallað horisontal. Það hér mögulegt að velja að hámarki 3 forgangsatriði. Við höfum í þessu dæmi aðeins valið 2 forgangsatriði, 1 sem sérstakt fyrir starfsmenntun eða vett, tökum eftir því hér, og 1 sem gengur þvert á skólastig eða horisontal. Við sjáum að þið finnið forgangsatriðin hér á fellilistanum og veljið út af þeim þau forgangsatriði sem eiga við í ykkar tilfelli. Í þennan kassa hérna þá þurfið að rökstyðja hvernig verkefni styður við þau forgangsatriði sem þið hafið valið hér fyrir ofan. Og þá komið samstarfsaðilum. Við byrjum á því að setja inn upplýsingar þann sem að sækja Því sem sagt að setja hér upplýsingar ykkar stofnun. Og eins og þið væntanlega þekkið á þessar stundu þá þurfa allir sem eru samstarfsaðilar í verkefninu að hafa svokölluð PIC-númer. Þegar þið eru komið með PIC-númerin að þá í raun og veru sláið inn PIC-númerið og ýtið á check PIC og þá detta inn þær upplýsingar sem búið að skrá viðkomandi stofnun. En þið þurfið að bæta við svolítið upplýsingum stofnunina ykkar. Sjáum hérna kafla, background and experience, en hér stutt kynning á stofnuninni sem sækir og hafið aðeins í huga miðað við þær upplýsingar sem óskað eftir í spurningunum. Þetta á við reyndar allt umsóknareyðublaði. Lesið alltaf spurningarnar vel og reynið að svara öllum þeim atriðum sem spurt í hvert sinn. En sem sagt hér þá að ræða stuttakynningu á stofnuninni og munið líka eftir hér að þeir eru að kynna stofnunina að hafa í huga markmið og þema verkefnisins í þessari lýsingu. Hér síðan komið að viðfangsefnu og reynslu stofnunarinnar og starfsfólk sem tekur þátt í verkefninu og áfram þetta atriði með að hafa í huga þarfir verkefnisins þegar þið skrifið þessa kafla. Og þá spurt það hvort að stofnunin hafi áður tekið þátt í verkefni sem að stutt á Evrópusambandinu á síðastliðnum 3 árum og ef þið veljið hér já, að þá kemur upp kassi og gefur ykkur möguleika til þess að segja frá því hvaða verkefni að ræða. Það sem sagt hvaða prógrami það tilheyri. Við setjum hér sem dæmi Erasmus Plus verkefni frá árinu 2015 og síðan skrifið hér opinbert númer við
verkefnisins og nafn þeirra stofnunar sem sótti um. En næst komum við að því að skrá hver sé það sem heitir legal representative, en það sá aðili sem má skrifa undir umsóknina og í rauninni skuldbinda stofnunina til þess að taka þátt í verkefninu. Þetta eru bara spurningum hvort nafn viðkomandi og bara ég leggi aftur áherslu á það að sá sem skrifaður sem legal representative, hann þarf að hafa leyfi til þess að skuldbinda stofnunina fjárhagslega. Mjög oft eru þetta skólameistarar, framkvæmdastjóri eða aðrir í stjórnunarstöðum. Og síðan bara upplýsingar eins og spurt Contact person svo aftur sá aðili sem raunverulega tengiliður verkefnisins og tengiliður landsskrifstofu við verkefnið og sá sem við köllum yfirleitt verkefnastjórann. Og hér sem sagt í raun og veru bara nafn viðkomandi og sem sagt þetta þetta sá aðili sem tengiliður stofnunarinnar fyrir verkefnið og hann fær alla pósta frá til dæmis landsskrifstofu verkefnið og bara sá sem að stjórna því í raun og veru. Og síðan bara að gera eins fyrir alla aðra samstarfsaðila í verkefninu. Það sem sagt að skrá pikknúmerið þeirra og smetla á þennan check pick takka, þá koma inn forskráðar upplýsingar og síðan skráið inn þær viðbótar upplýsingar sem óskað eftir og við fórum í gegnum fyrir umsóknaraðilann og það gert á sama máta. Og þið bæti við samstarfsaðilum bara auðvitað eins og setið inn eins marga samstarfsaðila og reiknaði með að verði í verkefninu. Þið sjáið hérna í lokin að þá kemur hnappur sem segir add partner og það hér sem þið bætið við nýjum aðilum. Það gott að nefna það á þessu stigi að allir þeir aðilar sem eru skráðir samstarfsaðila í verkefnið að fyrir þá þarf að skila svokölluðu mandate eða þeirra yfirlýsingu það að þeir ætli örugglega að taka þátt í þessu verkefni. Þá komið að annars konar samstarfsaðilum eða það sem heitir associated partners. En þegar við ber að segja frá aðilum sem munu taka þátt í verkefni eða styðja við það á þess að vera formlegir samstarfsaðilar. Hér ber að skýra frá aðkomu þeirra, hvernig henni háttað og hvað þeir munu leggja til verkefnisins, hvort þeir munu taka að sér ákveðin verkefni, stuðning eða kynningu. En athugið að það ekki hægt að sækja sérstakt fjármagn vegna þátttöku þessara aðila. Í kafla þarf að lýsa verkefninu, description of the project. Þið þurfið að útskýra samhengi verkefnisins og markmið sem og þarfir markhópsins. Útskýrið einnig hvers vegna það betra að vinna það í samvinnu við önnur lönd. Það sýna fram á það að þörf sé fyrir evrópskt samstarf. Passið að rökstyðja þörfina vel og það mjög gott að hafa stuðningsgögn og eða vísa til heimilda sem styðja við þörfina. Næst það spurning sem snýr að nýjung og spurt að því hvað sé nýtt við þetta verkefni og hverju það í raun og veru bæti við það sem áður hefur verið gert. Og í kaflanum samstarfsaðila þá þurfa að segja frá því hvernig þeir eru valdir og hver hæfni þeirra og þekking og reynsla sé og hvað það sem að þeir eru að koma með inn í verkefnið. Og svo þessi spurningum það hvort einhverja samstarfsaðilum verkefnisins hafi ekki tekið þátt í svipuðu verkefni áður. Nú næst verið að spyrja verkaskiptingu og skiptingu á ábyrgð, það hvernig verður verkaskipting í verkefninu og hvernig verður ábyrgð dreift meðal samstarfsaðila. Þegar þið skrifið þennan kafla, það lýsingu á verkefninu, skulið hafa það í huga að hér þið svolítið að selja matsmönnum og öðrum sem lesa umsóknina verkefnishugmyndin ykkar. Sýnið fram á það sé mikið þörf fyrir að vinna verkefnið og hafið þetta bak við eyra þegar skrifið þennan kafla. Síðan kemur að þið þurfið að velja hérna það sem heita topics eða efni verkefnisins og þetta veljið þið hérna, við ýmsu að velja, þið veljið það sem við á og passar ykkar verkefnu og þið getið að hámarki valið 3 topics. Og síðan hvaða niðurstöðu vænst á verkefnatímanum og við lok verkefnisins. Í kaflanum participants verið að spyrja þáttakendur í verkefninu, það þá einstaklingar sem eru að taka þátt.
og hér ber að útskýra hvernig þátttakendur í mismunandi viðburðum verkþáttum verkefnisins verða valdir. Og síðan spurt það hvort fólk sem stendur höllum fæti séu þáttakendur í verkefninu og ef svo það valið yes hérna fyrir ofan, þá ber að lýsa því hversu margir þeir eru og hvernig stuðningi við þá verði háttað í verkefninu. Þá við komin að kafla F undirbúning, en það skiptir máli að vera búin að vinna góða undirbúningsvinnu áður en ákvörðun tekin að sækja samstarfsverkefni. Hér ber að lýsa þeir undirbúningsvinnu sem hefur farið fram og mun fara fram áður en verkefni hefst formlega. Til dæmis greiningavinnu, samskipti varða framkvæmd verkefnisins, val á fólki, þátttöku hagsmunaaðila og svo framvegis. Í G-kaflanum sem Project Management og Implementation útskýrum við einstaka verkhluta umsóknarinnar. Og við byrjum hérna á Project Management og Implementation. En hér ber að útskýra á greinagóðan hátt þá verkþætti sem verða framkvæmdir og fjármagnaðir með styrk frá þessum lið. Og hér ber að útskýra hvaða aðferðafræði verði notuð í verkefninu. Undir Transnational Project Meetings þarf að útskýra áætlun verkefnafunda, hversu margir þeir verða, hvar þeir verða haldnir og hverjir munu taka þátt í fundunum. Og síðan það hvernig samskiptum samstarfsaðila verkefnisins verði háttað og hvernig verði tryggt að fjármálastjórnun sé örugg og tímaáætlun fylgt í verkefninu. Einnig þarf að segja frá því hvernig framgangur verkefnisins og gæði afurða og viðburða verði í raun og veru mældur og hvernig eftirfylgni verði háttað. Það þarf að segja frá því hvaða tölulegu og eiginlegu mælikvarðar verði notaði til að meta stöðuna og árangur og segið einnig frá áætlun tíðni mælinga hvers oft þið ætlið að mæla og því starfsfólki sem mun annast þetta verkefni. Og þá það spurningun það hvernig verði mælt og metið hvort og þá að hversu miklu leyti markmiðum verkefnisins verði náð og hvaða mælikvarða verði notað til þess að komast að því hvernig verkefnisniðurstaðan í raun og veru tókst til. Og áfram spurt framkvæmd og leiðir til að fylgjast með og leysa vandamál sem geta komið upp í verkefninu, en auðvitað alltaf möguleiki að koma upp einhver vandamál, til dæmis hvernig tekið verði á því ef að sumir að skila sinni vinnu seint, ef uppkoma einhver fjármála ágreiningur eða vandræði eða einhvers konar annar ágreiningur. Og síðan í lok þessa kafla ber að greina frá áætlun notkun á evrópsku vefgáttunum eins og ePALE, School Education Gateway eða e-twinning við undirbúning framkvæmd og eftirfylgni verkefnisins og þessu svarað þegar þetta á við. Og þá komið að þessum kafla sem heitir Intellectual Outputs, það sem sagt afurðir verkefnisins og þá fyrst spurning það hvort að það sé áætlað að vera með afurðir og leið og hér svarað já og þá koma upp svona kassar til þess að lýsa þeim afurðum sem áætlað að gera í verkefninu. Þið byrjaði á því að gefa afurðinni titil og síðan þarf að lýsa afurðin með tilliti til nýjunga, áhrifa og mögulegra yfirfærslu. Þið að segja frá verkaskiptingu milli samstarfsaðila og lýsing á þeim verkefnum sem felast í gerð afurðinnar og þeirra aðferða sem nota á við að þróa og gera viðkomandi afurð. Þá spurning það á hvaða tímabili sé verið að vinna þessa afurð og hér höfum við bara í raun og veru ákveðið það að þessi afurð verði vinnslu allan verkefnatíman, en það getur hiklaust verið þannig að það sé bara ákveðin stutt tímabil tileinkuð ákveðnum afurðum. Og síðan spurning tungumál, það á hvaða tungumálum eigi að þróa afurðina. Hér höfum við valið ensku og norsku og það hægt að velja hér að fellilistanum fleiri tungumál og hvers konar afurð og það líka áfram fellilisti. Hér höfum við valið bara bók og event, ýmislegt sem hægt að velja af fellilistanum hér og hægt að bæta við bara sem sagt, tegund eða mídia eins og þetta heitir þessi kafli. Og síðan þarf að segja frá því hvaða stofnun í samstarfshópnum það sem ætlar að leiða vinnuna við þessa afurð. Við sjáum að það valið af verkefnalista og hér koma upp þeir samstarfsaðilar sem hafa verið skrifaðir inn í umsóknina. Og síðan það spurning hverjir ætla að taka þátt í að vinna þessa afurð og það áfram veljum við af fellilista.
Menn geta verið með margar eða fáar afurðir bara eins og hentar hverju verkefni og hér bara við sjáum þessa hnappa hér, to add output, hér raun og veru bara bætt við þeim afurðum sem eins mörgum afurðum og á að útbúa í verkefninu. En í þeim verkefnum, þar sem afurð, að þá hægt að sækja multiplier events og áfram spurt hér hvort menn ætla að vera með einhverja multiplier events og í raun og veru sama prinsip og þegar menn að lýsa afurð, maður bara gefa viðburðinum nafn. Hér spyrja menn í hvaða landi viðburðin verður haldinn og það þarf að lýsa honum, hvenær á að halda hann og hvaða afurð hvaða afurði verið að kynna og hérna veljum við það af fellilistanum. Og þá spurt það hvaða stofnun það sem ætla að leiða viðburðinn og hverjir af samstarfsaðilum verkefnisins ætla að taka þátt og sjáum að veljum það áfram á fellilistanum hverjir af samstarfsaðilum ætla að taka þátt í hverjum viðburði fyrir sig. Hér höfum við bara sett upp einn viðburð og síðan má bæta við multiplier event eins og þarf og sjá með því að smetla á add event takkan og það afskaplega mikill munur á milli verkefna hvernig menn gera þetta. Sumir eru kannski með eitt stóran svona multiplier event meðan aðrir hafa marga minni viðburði. Margir hafa svona multiplier event jafnvel í hverju landi, öllum þeim löndum sem taka þátt í verkefninu og fá þáttöku frá hagsmunaaðilum í gegnum þessa multiplier events. Þannig að það ýmsar leiðir til þess að nýta möguleikana til þess að kynna afurðirnar, bæði þegar þær eru í þróun og þegar þær eru tilbúnar. G3 kafli sem snýr að Learning, Teaching, Training Activities. Við köllum þetta þjálfunarviðburði í verkefninu og það alls ekki í öllum verkefnum sem að þjálfunarviðburðir skipulagðir en í mörgum og hér sem sagt áfram sama prinsip. Við þurfum að velja hér yes til þess að komi inn svæði til þess að lýsa þeim þjálfunarviðburðum sem að ræða og við þurfum að láta vita hér hvernig ef við erum að hafa þjálfunarviðburði þá þurfum við að geta rökstutt það hvernig þeir styrki verkefnið og niðurstöðu þess og þar með tali möguleika þess til þess að ná markmiðum sínum. Það sem sagt þannig að það þarf að vera þjálfunarviðburðirnir þurfa að hafa ákveðin tilgang inn í þessum verkefnum en ekki bara svona standa kannski einur og sér. Það eru mismunandi tegundir af þjálfunarviðburðum eftir því hvaða skólastig að ræða. Það mikilvægt að þið kynni ykkur vel þá þjálfunarviðburði sem að boðið upp á ykkar skólastigi. Þið sjáu hérna þetta valið af fellilista, svo fyrir starfsmenntun eitthvað sem heitir Blended Mobility, Long Term Teaching and Training Assignments eða eins og það sem við veljum hér Short Term Joint Staff Training Events. Og fyrir hvern af þessum flokkum þá gilda ákveðna reglur bæði dvalarlengd og fleira sem þið þurfið að hafa í huga. Í þennan kassa þá setjið þið texta til þess að lýsa þeirri þjálfun sem ræðir, hvar hún verður haldin, hversu margir þáttakendur og ef einhverjir eru með sér þarfir, einhverjir af þessum heildarfjölda þáttakenda og hversu langur viðburðurinn er. Síðan látið þið vita hver það eru sem að taka þátt í viðburðinum. Og síðan þurfið þið líka að láta vita hvernig þáttakendur sem að taka þátt í þessum viðburðum verða valdir. Hér skal einnig lýsa stuðningi við þáttakendur og leiðum til að tryggja þeirra öryggi og það þarf líka að lýsa praktískum atriðum með framkvæmd þjálfunarinnar og hvernig menn í raun og veru vinna að samkomulagi þessa þjálfun. Og hér ber að skýra hvort og hvernig þjálfun verður viðurkennd og metin og þá hvaða skjöl verða notuð til þess að viðurkenna þjálfunina. H-liður umsóknar kallaður follow-up og fjallar annars vegar impact eða áhrif og hins vegar dissemination and use of project results eða kynningar hluta verkefnisins. Og fyrst undir áhrifin þá þarf að skýra áhrif á þátttakendur, markhópinn, einstaklinga, stofnanir og eða hagsmunaaðila. Og síðan þurfum við að segja frá því hvað áhrif verkefnisins hefur á aðila sem ekki hluta verkefninu, áhrif í nærsamfélaginu og landsvísu, kannski á Evrópuvísu, og hvernig það eigi að mæla áhrifin.
Hvernig ætla að fara að því að mæla hvaða áhrif verkefnið hefur og hvort það hefur þau áhrif sem að þið eruð að vonast. Síðan þarf að segja frá kynningaráætlun verkefnisins. Það hvernig verður niðurstöðum dreift innan og utan þeirra stofnana sem að taka þátt í verkefninu og hverjir eru helstu markhópar í nærsamfélagi á landsvísu og eða á Evrópuvísu. Og síðan eru hvaða aðgerðir verða framkvæmdar til þess að deila niðurstöðum verkefnisins meðal annarra en þátttakanda verkefnisins og hvaða samstarfsaðilar innan hópsins verða ábyrgir fyrir kynningum og þar þarf líka að fjalla hæfni einstaklinga og hæfni hópsins til þess að dreifa niðurstöðum. Og í þessari áætlun, það sem sagt í Erasmus Plus áætlunni, þá mikil áhersla lögð á það að verkefnin lifi áfram, ef maður getur sagt sem svo, eftir að verkefnitímanum lýkur. Og hér sem sagt óskað eftir því að fá að heyra frá umsækjendum hvernig niðurstöður verkefnisins verða í raun og veru tryggt að þær verði aðgengilegar við lok verkefnisins og hvernig þið ætlið að gera öðrum mögulegt að nota þær. Og síðan ef þið eru með einhverjar viðbótarupplýsingar sem snúa að kynningaráætlunni þá endilega bæta þeim við. Og hérna síðasta spurningin H3 snýr að sustainability, hvernig verður niðurstöðum verkefnisins haldið til haga og haldið við eftir að verkefninu lýkur. Þá erum við komin að fjárhagshluta verkefnisins sem kemur fram í kafla í umsókninni. Og fyrsti kaflinn það sem heitir Project Management and Implementation, það sem stjórnunarhluti verkefnisins og við sjáum að hér eru bara gráir reitir og því getið þið í rauninni ekki fyllt neitt inn í þessa reiti en þetta reiknast sjálft. Þannig að hér listi yfir alla sem eru skráðir formlegir samstarfsaðilar í verkefninu og styrkurinn reiknast þannig að vegna verkefnastjórans þá reiknast 500 € á mánuði í gegnum verkefnatíman og fyrir aðra samstarfsaðila þetta 250 € á mánuði. Þannig að þessi upphæð hún reiknast sjálf bara miðað við þann fjölda samstarfsaðila sem þið hafi skráð í verkefnið. Og næst það verkefnafundirnir eða Transnational Project Meetings og hér þurfið þið í rauninni að setja inn fyrir hvern samstarfsaðila fjölda þeirra þáttakanda sem ætla að taka þátt í hverjum fundi. Við sjáum hérna í dæminu sem við erum að nota hér að þá skopparabolti, það nafnað þeim sem verkefnastjórinn í þessu verkefni, að hann semst að fara með 3 þáttakendur á fund þar sem að fjarlægðin undir 2000 € og þá reiknast styrkurinn sjálfkrafa hér, það sem 760 € fyrir þennan fund, þetta þar sem að fjarlægðin meiri en 2000 km og síðan hann að fara á annan fund sem að styttra en 2000 km því við sjáum að einn af samstarfsaðilunum í Noregi og þar stundum fjarlægðin undir 2000 km og hann ætlar að fara með 3 á þann fund og þá styrkurinn 575 €. Svona í raun og veru vinnið ykkur í gegnum hvern fundin á fætur öðrum og í gegnum hvern og einn af samstarfsaðilunum að skrá þann fjölda þáttakanda sem þeir ætla að fara með á verkefnafundina. Og þá komið að vinnunni við afurðirnar og í mörgum verkefnum að þá þetta stærsti fjárhagshlutinn. Mig langar í byrjun að sýna ykkur fram á að það möguleiki að velja mismunandi verkefni eða verkefni innan hverrar afurðar. Það sem sagt þessar mismunandi categories of staff eins og stendur hér. Það getur verið managers eða administrative staff, teachers, trainer, researchers og technicians. Og við sjáum hér að það mismunandi háupphæð eða mismunandi hárstyrkur fyrir mismunandi verkefni sem að ræða. Aðeins fjalla meira þessa categories og staff. Í rauninni það þannig að undir verkefnastjórnuninni þá á að vera langstærstur hluti stjórnunarkostnaðarins, þannig að það ekki mögulegt að sækjum mjög stóran hluta fyrir til dæmis managers eða administrative staff. Og ef þið að sækjum marga daga fyrir hverja afurð undir managers og administrative support staff, að þá þurfið að færa verulega góð rök fyrir því að það sé þörf fyrir þessa vinnu í verkefninu. Í langflestum tilfellum stærsti hlutinn í þeim flokki sem heitir teachers, trainers og researchers.
Þið athugið að undir þessum lið, undir Intellectual Outputs, að þá þurfið þið að setja inn í raun og aðkomu hvers samstarfsaðila, hans daga fyrir hverja afurð og vinna ykkur þannig í gegnum afurðirnar sem verið að sækja um. Og svo það að sækja styrk fyrir multiplier events og þá þetta áfram að velja, þá vitum við hvaða viðburði við ætlum að halda og sem sagt sótt fyrir hvern af samstarfsaðilum verkefnisins og þið sjáum hér í Event Identification að það kemur upp á fellilista þeir viðburði sem við höfum skilgreint fyrir verkefni hér að ofan og síðan segjum við hversu marga þáttakendur við eigum von á, annars vegar það sem heitir Local Participants og hins vegar Foreign Participants og setjum við inn hérna fjöldan fyrir hvern viðburði sem skilgreindur Og þá það Learning, Teaching, Training Activities eða þjálfunarviðburðirnir og áfram þetta sama prinsippið. Við erum að sækja fyrir hvern og einn af samstarfsaðilunum. Við erum búin að skilgreina viðburðinn hérna fyrir framan og þá getum við sótt fyrir alla þá viðburði sem við höfum skilgreint hér í kaflanum á undan og við þurfum að segja hversu langt ferðalagið hvort og við sjáum og veljum við sjáum það hér á listanum hvaða fjarlægðir eru í boði og við notum distance calculator til þess að finna út fjarlægðirnar og svo þurfum við að segja hversu marga þáttakendur við reiknum með á hvern viðburð og síðan þessi nýjung hér sem heitir Top Up for Expensive Domestic Travel Cost sem viðbót sem mögulegt að sækja í þeim tilfellum þar sem verulega dýrt ferðalagið innanlands verulega dýrt til þess að komast á staði þar sem hægt að ferðast á milli landa. Og undir þjálfunarviðburðum þá aftur við sjáum við vorum að skoða hérna rétt áðan travel og nú komið individual support sem einnig sótt á sama fyrir sem sagt það sótt í tvennu lagi ferðakostnaðinn og individual support fyrir hvern þjálfunarviðburð. Þannig að þetta gert á sama hátt hér kemur raun og veru sú stofnun sem verða að sækjum fyrir hvaða viðburður, hversu langur viðburðurinn, þetta eins og hér við sett 5 daga og hérna fjöldi þáttakendanna, við sjáum þetta sami fjöldin hérna, það sjálfsögðu, þetta sama fólki sem við erum að sækjum fyrir og þá reiknast styrkupphæðin hér með þann fjölda sem við erum búin að setja inn. Og hér sjáum við Special Needs kassan þar sem við setjum inn ef að það að ræða einhverja sem þurfa standa höllum fæti eða þurfa einhverju hluta vegna að fá sérstaklega styrk vegna ferðalaga á þjálfunarviðburðina og hér sjáum við höfum sett inn hérna þessi 2 þáttakendur og hvers vegna þeir þurfi viðbótarstuðning, það skýrt hér og síðan upphæðin sem kemur hér inn og hún raunkostnaður, það sá kostnaður sem þið reikni með að þurfi til. En í exceptional cost þar líka að ræða raunkostnað og þar setjum við inn þá stofnun sem verið að sækja fyrir og þetta getur verið kostnaður sem þarf að kaupa utan að frá, til dæmis eins og hér í þessu dæmi höfum við sagt að við þurfum að kaupa þýðingar utan frá, fá aðra utan stofnanna sem taka þátt til þess að vinna við þýðingar í þessu landi og síðan hér að ræða raunkostnaðinn, takið eftir að við biðjum 75% af því sem raunverulegu kostnaður verkefnisins. Og svo hér að lokum þá sjáum við að hér kassi sem hægt að setja inn skýringar eða athugasemdir sem varða fjárhagsáætlunina í heild sinni. Í rauninni þá held ég að vinnan við það að setja inn upplýsingar í fjárhagskaflann sé ekki sérlega flókin, þetta auðvitað heilmikil vinna og það ber að vanda til verka þannig að það sé ekki mjög flókið að skilja fjárhagsáætlunina. En við viljum fyrst og fremst leggja áherslu á það að umsækjendur séu búin að kynna sér vel og vandlega allar reglurnar sem snúa að styrkupphæðum hvers liðar hér að framan. Þá fer að síga á seinni hluta þessara umsóknar, en í J-kaflanum Project Summary eða yfirlit verkefnisins. Hér ber að skrifa yfirlit yfir verkefnið og það mikilvægt að skrifa gott yfirlit sem sá sem les fái mynd af verkefninu og samhengi einstakra liða verkáætlunarinnar. Við biðjum ykkur að vanda vel skrifin á Project Summary vegna þess að það skiptir verulegu máli
þegar einhver kemur að verkefninu og að byrja að kynna sér það, að fá heildarmynd sem þið skilji nákvæmlega hvað þið ætlið að gera og hvað þetta gott verkefni sem að þið eruð að sækja Þetta yfirlit að það líka nýtt opinberlega í kynningu á verkefninu fáið það styrk. Það er nauðsynlegt að lesa vel hérna textan og sjá hvað beðið og svarið endilega öllum þeim spurningum sem eru hérna inni í spurningatextanum. Við erum að tala bakgrunn og þörf, við erum að tala markmið, samstarfshópinn, lýsing viðburða og viðfangsefna, aðferðir sem notaðar verða til að ná markmiðum, niðurstöður, áhrif verkefnis og langtíma áhrif. Hérna kemur tafla sem heitir Budget Summary og þið sjáið að hér eru eintómi gráir reitir þannig að þið getið ekki breytt neitt þeim tölum sem að hér eru. En það er nauðsynlegt að fara mjög vandlega yfir þetta yfirlit vegna þess að ef eitthvað í einhverjir mistök hafa verið gerð í töflunum hérna fyrir framan þá alveg möguleiki að einhverjir ákveðnir hlutir reiknist ekki inn. Þannig að endilega farið vel yfir fjárhagshlutann og verið viss að öll atriði sem þið eruð að sækja séu örugglega komin hérna inn. Og endilega að nota þennan tékklista, fara yfir hvort að það sé nokkuð sem að vanti og hvort allt sé rétt gert. Þetta nú einfaldar spurningar, hvort að það sé rétt form hafi verið notað og hvort að sé búið að fylla inn í alla liði og svo framvegis. Við bendum sérstaklega á þau atriði sem snúa að þeim skjölum sem að eiga fylgja. Það er sem sagt Declaration of Honor sem það eru undirrituð af ábyrgðaraðila stofnunar og síðan mandates fyrir hvern þeirra samstarfsaðila sem skráðir eru í verkefnið og svona tímalínuskjal þar sem sýnt fram á hvernig þið ætlið á hvaða tímum þið ætlið að vinna verkefnið. Eins og áður segir þá þarf Declaration of Honor að vera undirrituð af þeim sama aðila og skráður sem legal representative í upphafi umsóknar, legal representative fyrir umsækjanda umsóknarinnar. Sjáum hérna, skrólum aðeins í gegnum þennan texta sem þið skulle endilega renna yfir, en hér komum við að þeim lið þar sem að setja inn upplýsingar þann sem að skrifar undir og hann þarf að skrifa undir hér. Þið þurfið að prenta út þessa blaðsíðu, skannana og láta hana fylgja umsókninni. Og hér bætið þið fylgiskjölunum við, þið segir bara hvað það heitir hér og bætið þeim við eins og með eins mörg skjöl og þið þurfið. Ef það eitthvað með umfram þann fjölda sem hér þá verður það að hafa einhver ráð í samstarfi landsskrifstofu til að bæta við ef að fjöldi fylgiskjala fer umfram það sem að hér Það skal þó tekið fram að ekki reikna með því að þessi verið að skila mikið af aukagögnum, efnislegum aukagögnum, heldur á allt sem að segja þar umsóknina koma fram í þeim textum sem að skrifaðir eru inn í umsóknarformið. Og þá bara vonandi komið að því að skila umsókn eða senda umsóknina. En þessi síða hér snýr að því að senda. Hérna sjáum við þennan validate hnapp. Ég var búin að segja í upphafi að það væri ágætt að smella á validate hnappinn jafnóðum með vinda umsóknina. En einnig líka áður þegar þið hingaðu komið skulið þið smella á validate hnappinn til að vera fullviss það að það sé búið að fylla inn í alla þá reiti sem á að fylla inn í. Og hérna kemur svo sendi hnappurinn og þegar umsóknin farin þá breytist þetta form og kemur inn staðfesting á því hvenær þið senduð umsóknina. Þannig þið sjáið það örugglega hvort umsóknin hefur farið eða ekki. Þegar búið að senda umsóknina þá skulið endilega prenta formið og eiga prentaform hjá ykkur. En það rafræna útgáfan sem fylgir og þá verðið þið að vera innan þeirra tímamarka sem snúa að umsóknarfrestinum og var útskýrt hér í upphafi formsins. Og þá óskum við ykkur góðs gengis með að vinna umsóknina. Við minnum á að ef eitthvað óljóst eða þurfið aðstoð þá skulið þið hafa samband við landsskrifstofu. Starfsmenn landsskrifstofu mun leitast við að hjálpa ykkur eins og mögulegt og enn og aftur ekki vera á síðustu stundu en gangi ykkur allt í haginn. Verið bless.